Setningarolli. Hún á blaðsíðu 119. Setningarolli fyrir eins og alla setningarnar svo ætlum að læra. Látum, nú ætlum ég aðeins að stytta orðfæri, það undirskilið. Maður hefur þetta svona yfir og kann þetta, kyrjar þetta bara í hljóði eða uppátt. Látum F vera samfellt raungilt fall af einni breytistærð, skilgreint og lokuðu takmarkuðu bili með endapunkt A og B og tökum fram að A er minni en B, annars ekki að hafa. Svona byrjar allar og svo leggjum við í hann. Svo kemur eitt og annað til viðbótar og gerum ráð fyrir að F sé deildarlegt á innmengi bilsins sem skilgreint. Í útgildisetningunni þarf ekki deildanleika, bara samfelldni. Í milligildisetningunni, sem voru með síðustu viku, þá þarf ekki deildanleika, bara þessa samfelldni. Núna deildanleiki komin til sögunar, þá fáum við smátt og smátt aðeins betri tæki. Þannig að við látum F vera samfellt, raungilt, ég sleppi að segja það, við erum bara að tala raungilt fall, samfellt fall af einni breytistærð og við vitum það á lokuðu og takmörkuðu rauntanabili. Við vitum það og segjum núna bara svona, látum F fyrir samfellt fall á AB. Og það verður verið undirskilið A er ekki sama B. Við vitum það. Þannig við skrifum smátt og smátt minna. Og svo vitum við eitthvað á deildanleika. Það hægt að deilda þetta fall. Og F er deildanlegt við það. Við erum að segja þetta skilir og F sé deildanlegt á innmenginu. Það opna bilinu frá A til B. Það má alveg vera deildanlegt í endapunktum, það bara betra, en við töpum honum oft, þannig að setningin sett upp svona bara til öryggis. En þá kemur setningarolli. Ég ætla að hafa þetta G, af því við ætlum að nota þetta G nefnilega næst. Svo kemur skilyrðið. Ég ætla að teikna það fyrst. Setningarolli á bara við fall sem að fara í sömu hæð í endapunktunum. Hún á bara við svoleiðis fall. Það er ekki annað. Það getur gerst hvað sem er hér á milli, en við verðum að hafa sama fallgildi hér í endapunktunum. Ég ætla þá að skrifa það. Ef G af A er sama og G af B, þá kemur reglan. Þá er til tala C á innmenginu, það að segja, hún er ekki tekin í A, hún er ekki tekin í B, heldur á milli. Það er það sem ég langar að segja. Hérna getur verið svona C, hérna getur verið svona C og hér. Þá er til tala C sem er þannig að hallatala snertilínu í punktunum C, komið frá C. Við byrjum hérna og þurfum að fara hingað samfellt og tvennt sem getur greina að þetta fall G gæti náttúrulega verið, það bara breytist aldrei neitt. Og ef þetta er fasta fall og við deildum það, þá fáum við 0. Þannig sérlega gildir þetta það fyrir allar tölur á menginu og náttúrulega þá er til tala C hér á milli sem að hefur hallatölunum, sem að gefur hallatölunum 0 þegar maður setur í afleiðina vegna þess að G-merkt í X er 0. En ef ekki, ef þetta er ekki, og sé lárétta línan, fasta fall, að fyrst það fer upp og endar hér, þá hljótum við að fara niður. Og það þýðir að fallið tekur hæstagildi eða lægstagildi á innmenginu. Fyrirfram vitum við að tekur hæstagildi og lægstagildi og markmið með síðasta dæmi var að sýna að við vorum með fall 4 á móti x plus x. Fyrirfram vitum við að tekur bæði hæsta og lægstagildi af því formengi var lokað. Fallið var samfellt. Kemur deildarleika ekkert við, bara samfellt og lokabil. Og röksemdafærslan ætti verið sú, ef við höfum hæstagildi í endapunktunum eins og áðan, þá er hitt eftir.
Það er lægsta gildi. Það verður þá að vera tekið á innmenginu. Ef að lægstu gildi væri tekin endapunktunum, þá er hitt eftir, það er hæsta gildið. Þriðji möguleikinn er sá að hæsta gildi og lægsta gildi, hvorugt þeirra sem tekið endapunktunum. Nú þá er bæði hæsta og lægsta gildi tekið á innmenginu. Og við skrifum bara niður þessar athuganir. Sönnun, ef G er fastafall, þá er náttúrulega G merkt í X 0. Það gildir bara öll X á innmenginu. Og sérlagi fyrir eitthvað sé komið. Ef G er ekki fastafall, en þá tekur G að minnstakosti annarkvort hæsta gildi eða lægsta gildi á innmenginu. Það gæti bara verið svona. Þá tekur að minnstakosti hæsta gildi. Það gæti líka verið svona. En þá tekur að minnstakosti lægsta gildi. Það gerir annarkvort. Þannig að við segjum bara frá þessu. Ef að G er ekki fastafall, þá tekur G annað hvort hæsta gildi eða lægsta gildi eða hvort ekki. Þetta er líka gest, bæði hæsta og lægsta á innmenginu, ég þarf að segja það. Bara í einhverju punkti sé að við vorum að sanna það áðan í setningu 45. En þá er F merkt í C 0 samkvæmt því sem vorum að segja. Reglu eða setningu. Reglu. 4 og 5. Það er með þetta komið. Við fáum í hendurnar samfellt fall. Og vel. Á einhverju lokuð og takmörkuðu bili. Og vel. Það er deildanlegt. Já, það er svona allt mjúkt, hvergi hvers horn. Hér stoppar minnstakosti fyrir hluti skilyrðanna. Svo er fyrir setninguróli er þetta alltaf með. Ef að fallgildi í endapunktunum er nákvæmlega sama talan, nú þá verður að vera til eitthvað sé. Sem liggur á milli A og B, með þannig að hallatala snertilínu í þeim punkti er 0. Og hallatala snertilínu er 0. Ég bara skrifa það svona. Sem sagt, þá er til tala sé, setning á að tryggja þetta, ég þarf að sanna þetta á innmenginu, þannig að hallatala snertilínu er 0. Östuft í gegnum röksemdafærsluna. Ég verð að vanda mig alltaf svona þegar hugsa á hlutinu fyrsta sinn. Nei, hvernig falli þetta? Það er samfellt. Ég gæti náttúrulega farið stystu leið og þá er náttúrulega hallatala snertilínu 0, alveg sama hvað sé á við komið, þetta er bara punkt. Og það náttúrulega er ekki víst ég komist eftir beinni línu, þar með það er að fara upp í byrjun eða niður í byrjun, ég veit ekki það. Það getur verið. Ef ég fer upp þá verð ég að fara niður. Ef ég byrjaði að fara niður þá verð ég að fara upp. Og það þýðir það að hallatala snertilínu verður að 0 ekstra leiðinni. Mér er gefin deildanleiki, þetta fall verður að uppfylla þau skilyrði, ég get deilda það og brotnar hvergi á innmenginu, kannski segir maður óformlega. Ég þarf bara að skrifa þetta niður sér að hugsa. Fínt, ef að G fastafall, þá er setningin rétt. Ekki bara fyrir eitthvað sé, þetta fyrir öll Excel-innmenginu búið. Hvað kemur þá annað til greina? Nú það sé ekki fastafall, þetta er ekki álit lína. Þá vitum við að G tekur hann eitthvað hæsta eða lægsta gildi og ef við ætlum að vanda okkur þá myndum við segja samkvæmt útgildisetningunni tekur hæsta og lægsta gildi. Þá getum við bara sagt hann er eitthvað stað, það er eitthvað stað þetta hæsta gildi, það tekið ykkur punkti, getur kallað hann C og F af C er hæsta gildið
Þar með, samkvæmt setningu sem vorum að sanna, setningu 4 og 2, þá hallatala 0 þar, komið, búið.